Heils ykkur í Jesú nafni. Yfirskrift mín í dag að leita ríkis Guðs. Því að Jesú sagði, leiti fyrst ríkis hans og réttlætis og þá mun allt þetta veitast yfir að auki. Svo þið kannski munið eftir. En vitum við hvað þetta þýðir? Hann að kenna okkur hér mikilvægi þess að forgangsraða í lífinu. Við þurfum að vera virk í að leita, segir hann. Leita af einlægni og öllu hjarta og huga. Og þessi leit, hún krefst viðleitni okkar og hollustu. Hún knýr okkur til að sökka okkur niður í ritninguna, vera virk í bæn og sameinast öðrum trúðum til að dýpka skilning okkar. Jesús fullvissar okkur að ef við leitum ríkis Guðs og réttlætis, þá mun allt sem við þurfum vera okkur gefið. Þetta loforð kemur með fyrirvara. Það krefst þess að við treystum honum. Við fáum kannski ekki allt sem við viljum þegar við viljum það, en við munum fá það sem við þurfum í raun og veru. Þetta gæti falið í sér andlegan vöxt, tækifæri eða það sem nauðsynlegt til að uppfylla köllun okkar. Guð vill blessa okkur ríkulega, en skilgreining hans á þörf gæti verið önnur en okkar skilgreining. Við þurfum stöðulega að skoða okkur sjálf. Erum við að setja ríki Guðs í fyrsta sæti í daglegum athöfnum okkar? Endurspegla ákvarðanir okkar og athafnir leit okkar að ríki hans? Sérhver ákvörðun sem við tökum getur annarkvort dregið okkur nær Guði eða dregið okkur frá honum. Og þess vegna verðum við að leita ríkis Guðs af öllum sviðum lífs okkar og þannig vegsamast Guð. Fyrst þurfum við að átta okkur á, hvað er ríki? Hvað er hann að tala þegar hann segir ríki? Og augljóslega þegar Jesús talar hér ríki, þá á hann við konungsríki. Það að vísu ekki all ríki konungsríki, en ríki Guðs hefur konung og því það konungsríki. Gríska orðið sem Jesú notar hér felur í sér yfirráð eða umráðasvæði konungs. Stjórn Guðs í ríki hans og ríki hans hefur lög eins og önnur ríki. Og þegnar ríkisins þurfa að lúta konunginu. Svo að leita fyrst ríkis Guðs þegar þú gefur þig Guði, því hann er konungur konungana, hann er konungur þinn, hann er herra þinn. Við fylgjum honum, gefum honum líf okkar að fullu, svo að hans yfirráð séu yfir okkar lífi. Þú gerir þér grein fyrir að hann veit betur en þú og þú tekur við hans visku inn í þitt líf. Þetta það sem það þýðir að leita fyrst ríkis Guðs. Þú gefur þig Guði á vald. Nú þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá skulum við skoða hvaða forréttindi fylgja því að tilheyra ríki Guðs. Því það gríðarlega mikil forréttindi að vera þegn í ríki Guðs. Við sjáum það þegar við skoðum í hvaða samhengi Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans. Hvað var hann búinn að vera að segja þarna á undan? Áður en hann segir þetta. Skoðum það aðeins. Við lesum þetta í 7. kafla í Mattheus. Skulum byrja hér í versi 25. Það sem segir, því segi yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins, hvorki sá þeir, né uppskera, né safna í hlöður, og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn. Hann í raun að segja að við séum að sóa tímanum í þessar áhyggjur. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af öllu þessu. Og við höldum áfram vers 28-30. Og hví eru þér áhyggjufullir klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaksa. Hvorki vinna þær né spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins sem í dag stendur
en á morgun verður í ofn kastað. Skyldi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trúlitlir? Og svo restin hérna í versi 31-34. Segið þið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Hversu oft heyrum við hann segja við okkur hér að hafa ekki áhyggjur? Guð veit nákvæmlega hvað við þurfum áður en við spyrjum hann. Jesús í raun að segja, af hverju ertu svona stressaður yfir öllu þessu, öllu því sem þú þarft í þessum heimi? Ég veit nú þegar hvers þér þarfnast, ég veit það. En hann gefur þér formúlu hvernig þú getur fengið aðgang að gnægð ríkis hans, aðgang að því sem hann veit að þú þarfnast. Hann segir, leitaðu fyrst ríkis Guðs. Við þurfum að sjá hvernig ríki Guðs virkar svo við getum uppskorið ávinningin af því. Og vegir Guðs og hugsanir eru æðri okkar og við þurfum að gera okkur grein fyrir því að til að geta fyllt honum að hans vegir eru æðri okkar vegum. Orð Guðs er sannleikur að þegar við lærum að feta hans leið, þegar við lærum hvernig hann starfar og gefum okkur á hans vald, þá njótum við góðs af visku hans og okkur er treyst fyrir leyndadómum heiminsins. Förum aðeins í 13. kaflan og vers 11. Hann sagði, yður er gefið að þekkja leyndadóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið. Og þetta er Jesús að svara lærisveinum sínum. Hverjir eru leyndadóma ríkis Guðs? Þú lærir að leita fyrst ríkis Guðs. Þú gefur líf þitt Guðavald og þú hefur aðgang á svörunum sem þú leitar að, svörunum sem leysa vandamál þín í þessum heimi. Það er leyndadómurinn. En þeir sem ekki leita ríkis Guðs skilja þetta bara alls ekki og því er þetta leyndadómur. Þegar þú ert aðeins að gera það sem Guð vill og biður föðurinn að blessa það, þá ert að segja, Guð, taktu við lífi mínu. Ég vil búa í ríki þínu. Ég vil njóta góðs af því að tilheyra ríki Guðs. Og vegna þess að ég vil það, ætla ég að gefa upp minn vilja fyrir vilja þinn. Sjáðu hvað Jesús sjálfur sagði lærisveinunum. Hann var að kenna lærisveinum sínum að biðja. Og hann segir hér í Matteus 6, 9 og 10, en þannig skuluð þér biðja, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Þetta er að leita fyrst ríkis Guðs. Til komi þitt ríki í lífi mínu. Ég vil njóta góðs af því að tilheyra ríki Guðs. Þannig ég ætla að lúta vilja hans, ég ætla að lúta hans reglum, ég ætla að hlýða, ég ætla að helgast af orði hans. Svo nú verð ég undir hans stjórn. Matteus 7:21 talar að fylgja vilja Guðs og að vera í ríki Guðs. Það segir, ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Aðeins þeir sem gjöra vilja Guðs munu njóta góðs af því og raunverulega tilheyra ríki Guðs. Þú getur verið að gera allt mögulegt gott, en samt ekki lifa samkvæmt vilja Guðs fyrir líf þitt. Þú ert kannski að starfa í kirkjunni, en samt ekki að hlýða orði hans. Ertu að gefa upp þinn eigin vilja, svo að hans er Guð sem stjórnar lífið þínu? Ertu að fylgja leiðsögn heilags anda daglega? Og því meira sem þú lærir að láta stjórnast af heilagum anda, að læra að fylgja ráðum hans, því meira leitarðu ríkis Guðs. Þú getur verið að gera eitthvað rangt, en heilagur andi, hann mun sannfæra þig hvað er rétt. Hann mun leiða þig
þegar þú leitast við að hlýða orðið hans og iðrast í hvert skipti sem þú klúðrar einhverju. Því við höfum öll gert mistök. Við höfum öll hold sem er veikt. Andi okkar er viljugur en hold okkar er veikt. Og við erum alltaf að berjast gegn holdinu. Það er svo margt í holdi okkar sem við erum að berjast við. En því meira sem þú leifir heilugum anda að hjálpa þér á þessari vegferð, því sterkari verður þú, því meira mynd þú forgangsraða til samræmis við það að leita ríkis Guðs, sem þýðir að lifa í hlýðni, gera vilja Guðs, framkvæma vilja föðuris. Þetta er það sem Matteus 7:21 er að segja okkur. Ekki mun hver sá sem við mig segja herra, herra, ganga inn í himnaríki. Hugsaðu það. Þú gæti sótt kirkju alla ævi, en ef þú hafðir aldrei beygt þig undir vilja Guðs, aldrei gefist undir stjórn hans, undir vilja hans, þú lærir aldrei að vinna með Guði, að fylgja, að vinna að ríki Guðs hér á jörðu. En nú skulum við skoða aðeins aðra hlið á þessu. Matteus 18:3, þar segir, sannlega segi ég yður, nema þér snúið við og verið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Og þetta er ekki eina ritningin, því að það segir líka í Markus 10:15, sannlega segi ég yður, hver sá sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Hvað á hann við með þessu? Að trúa eins og barn, það er trúin sem er svo hrein, því hún hefur ekki skaðast af vonbrigðum lífsins. Þegar blekkingar lífsins var að trufla þig, þegar að atburðir lífsins var að brjóta hjarta þitt, áttaru þig á að heimurinn er ekki eins fallegur og hann var þegar þú varst bara lítið barn. Þegar þú ert lítið barn, þá hefur þú fullt traust á það sem pappa og mamma segja. Barnið veit að pappa og mamma vilja aðeins það besta og því líður vel. Þau vilja kenna barninu góða hluti og halda því á réttri braut. Pappi og mamma vernda barnið og sjá vel það. Ef það veikist eru þau þar til staðar. Ekki hafa áhyggjur, ég er hér. Og barnið trúir því. Barnið veit að það er verndað. Það hefur þessa fallegu, hreinu barnatrú. Og þannig þurfum við að nálgast Guð. Nálgast Guðs ríki með þá trú að vel sé haldið utanum þegna ríkisins. Það er hugsað þegna ríkisins. 1. Korinthubréf 4:20 segir, því að Guðs ríki er ekki fólkið í orðum heldur í krafti. Það er sérstakt vers sem ég langaði að deila með okkur hér í dag. Guðs ríki er ekki bara þekking og viska. Guð er almáttugur. Þegar við tilheyrum ríki Guðs, njótum við góðs af því að það er konungur og þegar hann talar þá verður það að veruleika. Þú ert undir hans valdi. Þetta er ríki hans. Hann er konungurinn. Ekkert getur komið gegn honum. Hann er við stjórnvölin. Og Guð er máttugur Guð. Hann er skapari, frelsari og læknir. Og þegar þú ert undir yfirráðum hans, þá máttu búast við að njóta góðs af valdi hans. Þegar við leitum fyrst ríkis Guðs, þegar við lútum reglum ríkis Guðs, þá eigum við að upplifa mátt hans. Við eigum að upplifa kærleika hans og góðvild. Hann getur komið öllu til leiðar og umfram það sem við getum beðið um. Hann getur kennt þér á nýjan hátt. Hann getur fært þér skilning og lækningu. Leyndardómar ríkisins eru fyrir þá sem auðmýkja sig, þá sem beygja sig undir hans vilja og einsetja sér að lifa undir hans stjórn. Sálmur 119:11. Ég geymi orðin í hjarta mínu til þess að ég skuli eigi synga gegn þér. Því þegar við lærum leiðir hans, finnum við lotningu fyrir Guði. Lotningu sem margir af einhvern veginn glatað. Guðs ótti er í okkur þegar við vitum hversu máttugur hann er og hvað ríki hans býr yfir. Þannig að þegar við gefum upp vilja okkar til að lifa undir yfirráðum hans og leitum ríkis hans, leitum við að vilja hans fyrir líf okkar, þá
þá upplifum við yfirnáttúrulegan mátt. Við upplifum Guð eins og aldrei fyrr. Kólussarbréfið 1:13 og 14 segir: Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Við erum ekki lengur í myrkrinu. Guðs ríki er nú hér og hann hefur flutt okkur inn í ríki þar sem að Jesús er konungur. Því að ef við leitum ekki ríkis Guðs, þá erum við sjálfkrafa þegnar í ríki myrkursins. Það er engin annar valkostur. Svo segir hérna: Í honum eigum við endurlausnina fyrirgefningu synda vora. Það eru forréttindi að fá að tilheyra ríki Guðs og njóta góðs af því að vera komin úr myrkri þessa heims sem brýtur okkur niður yfir í ríki Guðs. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, ætti það að vera okkur hvatning til að lúta vilja Guðs. Það eru margir textar þar sem Jesús lýsir hvernig Guðs ríki er. Hann predikaði mikið ríkið og hann líkir ríki Guðs við fjársjóð. Skoðum það aðeins svo við sjáum hversu mikill fjársjóður það er fyrir þig að finna ríki Guðs. Matteus 13:44. Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akkur þann. Hann vissi hvað var þar. Það var fjársjóður og hann leyndi honum. Svo í gleði sinni var hann spenntur yfir því sem hann fann. Hann fór, hann seldi allt sem hann átti til að kaupa akkurinn því hann vissi hvað var á honum. Hann seldi allt sem hann átti til að kaupa hann. Hann gerði allt sem hann gat. Ég ætla að kaupa þennan akkur, með þess að það er fjársjóður þar. Ég mun skilja allt eftir bara fyrir þennan fjársjóð. Og svo önnur dæmisaga í versi 45 og 6. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum, og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. Hann gerði það sama á hinn á undan. Hann sá þennan skartgrip, dýrmæta perlu, og áttaði sig á hversu mikils virði hún er. Svo hann seldi allt sem hann átti bara til að öðlast þennan fjársjóð. Eitthvað sem myndi breyta lífi hans því hann vissi gildi þess. Þú tapar engu þegar þú gefur allt. Þetta hljómar eins og mótsögn, en engu að síður staðreind. Þú tapar engu þegar þú gefur allt, því þú öðlast líf Krists í þér. Þú færð vilja hans í þitt líf. Þú færð aðgang að visku Guðs. Þú færð aðgang að leyndardómum ríkisins. Þú öðlast skilning sem umbreytir þér, sem gerir þig að öðru manni, þar sem smurning anda Guðs mun flæða. Því máttur Guðs birtist í fólkinu sem býr í ríki Guðs. Við eigum ekki að líta út eins og allir aðrir. Við eigum að líta út eins og þegnar ríkisins. Við lifum öðruvísi. Við lifum ekki í þessum heimi. Við erum í raun aðeins ferðalangar hér. Við erum sannarlega borgarar ríkis Guðs. Og þú tapar í raun engu. Þú fær líf Krists þegar þú ákveður að gefa eftir degið. Því líf okkar, hvernig við viljum lifa því, veitir enga lífsfyllingu. En þegar við lifum með ríki Guðs, þá fylgir því friður. Eða eins og ég las hérna í upphafi. Hvers vegna ertu kvíðinn? Hvers vegna hefur áhyggjur? Ef þú kemur til Jesú, ef þú virkilega tilheyrir ríki Guðs, þá er hann við stjórnvölinn. Þú tapar því sem þú heldur að þú hafir og þú munt fá allt sem Guð hefur fyrir þig. Ef við mér að lesa þetta einu sinni, en því að það er eitt annað atriði sem ég langar að benda á. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Ég er fyrst og fremst að tala ríkið í dag. Ég hef ekki talað neitt réttlæti Guðs. En það tengist þessu líka. Þegar við tölum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis hans, þá erum við að tala að lifa réttlátu lífi. Við erum réttlátt frammi fyrir Guði. Jesús hefur komið því til leiðar. Og þess vegna munum við lifa til að þóknast Jesú. Við lifum lífi helgunar. En við þurfum að hafa rétta forgangsröðun. Fyrst er að leita ríkis Guðs. Við getum verið að sækjast eftir einhverju frá Guði.
En ef við tilheyrum í raun ekki ríki Guðs, ef við erum í raun, tilheyrum í raun ríki myrkursins, að þá hefur Guð engin yfirráð yfir okkur og hefur í raun engan rétt til að veita okkur neitt af því sem hann vill gefa okkur. Ef þú sækist eftir andlegum gjöfum án þess að vilja tilheyra ríki hans, gætir þú verið að forgangsraða á ranganhátt, án þess að átta þig á því. Þú ert ekki að gefa upp allt í þínu lífi fyrir ríkið á öllum sviðum lífsins. En svo viltu taka við blessunum ríkisins og þú vilt tileinka þér loforðin sem aðeins eru gefin þegnum ríkis Guðs. Við biðjum því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, en við leitum ekki fyrst ríkisins og þá förum við á mis við máttans. Ríkið, mátturinn og dýrðin er einn pakki. Þú getur ekki notið góðs af mætti og dýrð Guðs ef þú ert ekki þegn í ríki hans. Við eigum að lifa fyrir hann, færa honum dýrð. Jafnvel þegar við sjáum stundum ekki þær framfarir sem við viljum sjá, gefumstu samt honum að fullu. Verði hans vilji hér á jörðu sem á himni.